Já, komið sæl og velkomin í Ísland í dag. Það ætti flestum að vera kunnugt atburði dagsins og í tilefni þeirra erum við búin að fá til okkar Geir Haarde, forsætisráðherra. Velkomin, Geir. Takk fyrir það. Þetta afskaplega stór dagur, það óhætt að segja það. Þú sagðir hjá okkur 2. september í viðtali að þegar sérstaklega var talað Glitni að þetta veri ekki að fara að gerast. Hefur svona margt breyst bara núna á 27 dögum? Já, það hefur einmitt gerst og úrslitapunkturinn í því kannski var 15. september þegar bandaríski fjárfestingarbankin Lehman Brothers fór á hausinn. Það hafði alveg gríðarlega áhrif á fjármálamarkuðum allan heim og síðan hafa aðrir bankar, bæði í Bandaríkjónum og í Evrópu og á Norðurlöndunum, verið að rúlla eins og það er kallað. Sumum hefur verið bjargað í fallinu, aðrir hafa lent í gjaldþrotum og þetta ástand, sérstaklega eftir 15. september, hefur gert það verkum að fjármögnun fyrir Glitni var orðin mjög erfið og vegna þeirra aðstæðna þá leituðu þeir til Seðlabankans að fá aðstoð við að gera þetta. Og í samstarfi Seðlabankans, ríkisstjórnarinnar, fjármálaeftirlitsins og fleiri var ákveðið að fara þessa leið sem að þýðir það að það er ekki verið að veita bankanum styrk, það er ekki verið að lána honum peninga, heldur verið að leggja fram hlutafjárframlag sem að vonandi mun ávaxta sig vel í bankanum á næstu árum og sem að við getum síðan vonandi losað og selt þegar að framlíða stundir, vonandi innan ekki mjög langs tíma þó sem ég múldi að segja til það. Ertu að segja að ástandið á fjármálamörkuðum sé svo viðkvæmt að bara á 20 dögum geti alla forsendur gjörbreyst? Já, ég er að segja það og ég er að segja það sama og Alan Greenspan sagði fyrir ekki löngu síðan, fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, að það hefur skapast hér ástand í heiminum sem að hægt er að búast eða gerist einu sinni á öld og menn tala það vestanhafs og víðar að á þessum fjármálamörkuðum hefur ekki skapast erfiðara ástand frá því á 4. áratugnum í kreppunni miklu. Við höfum hins vegar verið vel varin fyrir þessum hlutum vegna þess að bankarnir okkar hafa búið vel sig en svona hætta gat leynst einhvers staðar í farvatninu og eins og nú er komið á daginn og þá höfum við brugðist við af ábyrgð en jafnframt öryggi að ég tel til þess að afstýra hér mjög miklu tjóni. En það er athyglisvert að bæði þú, Davíð Oddsson og allir málsmetandi menn hér hafa haft að litlu almannaróm sem hefur sagt að þetta geti gerst, að svona geti farið fyrir einum af stóru bönkunum. Er það vegna þess að þið hefur verið smeykir við að tala niður markaði eða er það bara vegna þess að þetta kemur eitthvað svona algjörlega opna skjöld? Já, það gerir það. Ég hef sagt það við mjög marga undanförnu að Glitnir væri ekki í vandræðum og stjórnendur banka stóðu þeirri meiningu það þarf til alveg nýlega. Þeir tóku þá ábyrgu ákvörðun að leita eftir aðstoð og við tókum hér með afgerandi hætti á því máli þannig að nú er ekki vandamál með Glitni, hann verður áfram starfræktur í óbreyttri mynd og er mjög stöndugur og öflugur banki sem þjónar sínum viðskiptavinum og halda áfram að vera með það að hæfa starfsfólki sem þjónustu sem verið hefur. En er þetta ekki einhvers konar áfellisdómur yfir markaðshagkerfinu og endalok ákveðis tímabils? Nei, það myndi ég heldur ekki segja. Þetta er hluti af miklu stærra máli. Ég nefndi hérna alla þessa banka út í heimi sem hafa lent í miklum erfiðleikum. Hið langa tímabil ódýrs lánsfjármagns, það sem var mjög mikil gnótt af ódýru lánsfé, það er liðið. Og menn hafa dregið ýmsa lærdóma af því sem varða regluverkið í kringum bankaheiminn og það munu verða miklar breytingar bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu og við munum auðvitað fylgja þeim breytingum til þess að verja betur svona fjármálakerfi fyrir óvæntum atvikum eins og nú hafa vorið. En nú myndið þú augljóslega samþykja það að þetta sé mjög stór dagur. Þýðir þetta ekki að vera breyting á starfslokasamningum, ofurlaunum og öðru að því að menn hafa hegðað sér eins og þetta komið bara almenningi ekkert við en nú er almannafé komið það inn í? Það er alveg rétt hjá þér. Það er reyndar svo að munið þið sjá til þess að þetta muni breytast? Glitnir undir forystu Þorsteins Más hefur á þessu ári tekið mjög til í sínum rekstri meðal annars hvað þetta varðar. Við höfum tekið eftir því og fagnað því og við teljum að bankar sem að leita eftir aðstoð hins opinbera
verða að haga sem ábyrgum hætti í þessum öfnum. Hvernig það verður nákvæmlega í framkvæmd hjá Glitni, það hefur eftir að fara í gegnum. En nú var okkur almenningi sagt þegar að fólk gagnrýndi ofurlaun, starfslokasamninga, þetta kæmi okkur bara ekkert við af því að þetta verður einkafyrirtæki. Nú staðan svona, verða þá þessi sömu menningi að bera ábyrgð sem eru búin að vera að maka krókinn? Ég skal ekki segja til einhverja tiltekna einstaklinga í þessum banka, en ég held að almenna reglan hljóta að vera svo að ef að menn sækjast eftir opinberri aðstoð, þá verða menn að setja sig við tiltekin skilyrði af hálfu hins opinberra líka hvað þetta varðar. En það ekki þetta skrítið að einkavæða gróðun og ríkisvæða tapið? Það nú ekki verið að ríkisvæða með þessum hætti, sko. Ef ekki að orða þetta bara þannig að sem sagt við munum gera þá kröfu að launasamningar í þeim fyrirtækjum sem að þykja opinberra aðstoð stingi ekki í augu. Þannig að þú ert í raun og veru að segja að það verði að vera breyting þarna á? Ég held að sé orðin veruleg breyting í Glitni. Þarf hún ekki að verða meiri? Ég hef ekki kynnt mér það til lítar, en við munum að sjálfsögðu gera kröfur það. Í ljósi þess að þú sagði þetta 2. september hjá okkur að það veri ekkert útlit fyrir að svona myndi fara fyrir Glitni. Ef við myndum spyrja það út í hina bankana núna, hverju myndir svara þá? Ég held að þessi aðgerð með Glitni núna, hún styrki fjármálakerfið okkur í heild. Og hún mun líka auðvelda til Glitni að fjármagna sig þegar litið fram á veginn, vegna þess að nú er komin mjög öflugur bakkjarl inn í bankan eins og kemur fram í yfirlýsingunni frá Glitni fyrir morgun. Og ég tel enga ástæðu til að óttast að hinir bankarnir lendi í vandræðum. Þeir eru öðruvísi í stakk búnir, þeir eru með miklu meiri innlán til dæmis heldur en Glitnir sem hlutfalla sinni heildar. Það kemur að gjalduðum hjá þeim líka? Já, innlán eru náttúrulega annars eðlis, en það kemur að gjalduðum hjá þessum bankum eins og þið verið að tala núna að hafa gert þetta. Þetta þurfa þeir að borga af sínu skuldabréfum, en ef þú skoðar hvernig þeir hafa fjármagnað sig og það eru upplýsingar sem liggja fyrir það, þá held ég ekki að sé ástæða til að óttast þetta. Það liggja fyrir upplýsingar hvað er mikið að lausu fé hjá þessum bönkum og ég tel ekki ástæða til að hafa sérstakar áhyggjur af því. En byggir þá spádómiðina ekki á nákvæmlega sömu forsendum og þú byggðir spádómiðin á Glitni hérna fyrir 25 dögum? Nei. Hvernig eru þeir? Ég var að segja þér hvað gerðist í villitíðinni hérna 15. september og við höfum ekki von á neinum slíkum áföllum. Landsbankinn og Kaupþing eru mjög öflugar bankastofnanir og Glitnir það auðvitað líka, nema hann lendir í þessu og það má segja að hann sé fórnarlamb þarna ákveðin aðstæðna. Og þá er það að hluta til vegna þess hvernig gjalddagar stemma við fjármögnun og þess áttar í hans tilfelli. En ástandið er grafalvarlegt og ef þetta myndi gerast, væri ríkisvaldið og Seðlabankinn í stakk búin til þess að koma þar inn í? Já, ég held það. En auðvitað tel ég bara mjög ólíklegt að til slíks það er ekki öruggt? Sko, það er ekkert öruggt í þessum heimi. En ég tel að það séu sáralitla líkur á því að það verði þar einhver stór áföll. En nú er talað hluti eins og Stoðir að þeir standi mjög illa, þetta eru risastórir aðilar sem við jafnvel verið að tala að séu bara komnir á hausinn. Ég man ekki betur heldur en að Stoðir hefði tapað í sínu rekstri í fyrra upphæð sem er svona 2/3 af því sem við erum núna að leggja inn í Glitni. Ætli það sé nú ekki stærsta ástæðan fyrir þeirra óförum. Býstu við því?